Þá skulum við rissa upp sviðslínur gefinna vigursviða og við sáum í fyrirlestri að sviðslínur má finna út frá jöfnunni að jöfnu þessari gerð hér dx á móti hnitafalli 1 og svo di á móti hnitafalli 2. Hér höfum við að dx á móti x á að vera sama og dx á móti y. Nei. di á móti x, svona átti þetta að vera. Og ef við margföldum í gegnum þessa jöfnu með x þá fáum við að dx er sama og di. Allavega ef x er ekki 0. Og ég bara heilda í gegnum þetta og þá fæst að x er jafnt og upsilon pluss eitthvað fasti. Ég kannski betra að segja bara að upsilon sé eins og x pluss einhver fasti. Við þekkjum það einhvern veginn betur. Svoleiðis að ef að c-ið er 0 þá fáum við þessa línu hér. Þetta á að vera beinlína. Svona. Og ef að c-ið er 1 þá fáum við þessa línu hér. Alla tala á 1. Svona. Og þetta náttúrulega fyllir út í allt rúmið. Þetta eru bara beina sviðslínur sem allar hafa hallan 1. Nú dæmi númer 2. Þá er gefið vigursviðið f er x á móti, fyrra hnitafallið er x og seinna hnitafallið er y og sviðslínurnar uppfylla jöfnuna eða deildajöfnuna segjum við, diffurjöfnuna, afleiðjöfnuna, eitthvað af þessu. Sviðslínur uppfylla þessa jöfnu hérna dx á móti x. Þetta verður að vera d upsilon á móti ypsiloni og þetta er aðgreininlega deildajöfna og það er allt klárt hér og fáum með heildun að ln af x. Svo þegar við heildum fáum við fasta hér. Við höfum það bara hér. Og svo þegar við heildum hérna með þá fáum við líka ln af y pluss fasti ef við tökum þá saman alla hérna vinstra megin bara. Og þetta jafngildi því að segja að ln af epsilon mínus ln af ix er fasti. Þetta svo beitum við nú bara logareglum á það sem hér stendur og skrifum þetta sem logran af y á móti x. Svona. Og svo hefjum við þetta allt saman í veldi af e. Og eftir stendur þá tölvugildið af y á móti x. Og e-veldinu c er bara nýr jákvæð fasti. Ef við ekki kalla hann bara a. Og hann er stærri en 0. Við vitum það fyrir
ólíka fasta C, svipað með hæði línutaki, þá fáum við náttúrulega alltaf út eitthvað sem er jákvætt. Fellið í veldinu x liggur alltaf á x-axinn. Þetta er þá tölugildið af y á móti x. Hvað höfum við þarna þá? Við höfum þá að tölugildið af y er einhver jákvæðu fasti sem tölugildið af x. Og þetta ákvarðar 4 línur. Ef að við skoðum fjórðungana, ef y er negatíft þá þurfum við að skrifa og x er jákvætt, þá erum við í 3. fjórðungi. Bestum byrja bara 1. fjórðungi. Y er jákvætt, x er jákvætt, þá fáum við línur sem er líka 0,0 með bara ólíkar hallatölur. Hérna höfum við og ax. Svona, og hérna getur við eitthvað annað. Nú, í öðrum fjórðungi þá er y jákvætt en y er neikvæð tala, þannig við þurfum að setja mínus og x til þess að útkomi eitthvað jákvætt, þannig að þá fá ég jafna y jafnt og mínus ax. Y jafnt og mínus ax, og það liggur það einhvern veginn svona, og svo jafnvel svona ef við tökum eitthvað aðra hallatölu a. Lítum nú á 3. fjórðung, þá höfum við y neikvætt, við setjum mínus y í staðinn fyrir þetta hér, og x er neikvætt, þannig við þurfum að skrifa mínus x fella tölugildið, en við höfum það mínus begge egna jafnaðarmerkisins og margföldum í gegn með mínus 1, við fáum þá bara y er jafnt og ax. Og þannig að við fáum svona eitthvað fyrir ólíkar hallatölur a, og svo loks fyrir fjórða fjórðung þá fáum við eitthvað sem lítur svona, og svo hérna þetta skilgreint í 0, má x vera 0 og svona vera 0, já, það er ekkert sem að bannar það. Þetta hér er bara jafna sem við stillum upp út frá því sem við höfum hérna. Og dæmi nummer 2, dæmi nummer 3, dæmi nummer 4, dæmi nummer 5. Skoðum það. Dæmi nummer 5. Þar höfum við f, það er í veldinu x, og svo höfum við í veldinu mínus x, svona. Og sviðslínundar ákvarðast að þessar jöfnu hér, dx á móti í veldinu x, og di og í veldinu mínus x. Nú, hér margföldum við bara í gegn með í veldinu mínus x, þá styttist þetta hér út. Og þetta hér er í veldinu mínus x, þannig við erum með hér vinstra með jafnaðarmerkið í veldinu mínus x, sinnum í veldinu mínus x, við erum þá með í veldinu mínus 2x dx, og þetta á að vera di, og þetta er eftir sem áður að skila líka deildujafna, og við heildum hér og fáum y
pluss eitthvað fasti sem við skráum bara hægra megin jafnvægismerkis og þetta verður þá mínus hálfur þegar við hildum í veldinu mínus 2x pluss einhver fasti passar það ekki ef við deildum þetta fall hérna þá fáum við það sem hér segir og svo má nú svona plotta þetta upp ég ætla nú ekki að fara í þannig að ég ætla bara að draga einhverja línur ef við deildum mínus 2x líkur einhvern veginn svona svo mínus að þessu þannig að það er koma hérðan hér þá já, ef x er 0 fáum við mínus halvan þannig að hér er mínus hálfur þannig að það er eftir að koma bótlega var einhvern veginn kringum þetta er sérst ef að séð er 0 nú ef að séð er 1 já, segjum bara séð mínus segjum bara séð mínus hálfur þá fáum við og teiknaður var í gegnum þetta eins og áðan og ef að séð er 2 eða eitthvað svona þá lendum við hérna fyrir og ef að séð er þessi ferlar náttúrulega allir að liggja eins ef að séð er mínus hálfur þá og eitthvað fyrir sem liggur svona þannig að segja þetta bara gott